15. umferðin á Íslandsmótinu skák fór fram í dag. Við ætlum að fara í gangmála. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson og verð með ykkur í þessari yfirferð. Bara vinda ykkur í þetta. Að byrja á toppbaráttuslagnum fyrir þessa umferð. Þá var Hilmir Freyr Heimisson efstur með 4 vinninga, fullt hús. Guðmundur Kjartansson 3,5 vinningur og svo Stefánssynir, Hannes og Vignir með 3 vinninga. Hilmir stýrði hérna Hvítjamörunum og við fengum spænska leikinn. Biskupinn 5, það 6, allt saman eftir bókinni góðu. Nema hvað að fyrr í mótinu þá teldi Hilmir hrókur E1 og lifði innan svo kvöldum massalárás hjá Birnu Þorfinsenni, núna líkan D3 sem svona hægar uppbygging og við fáum svona Spánverja meðtafl. Biskup G3, G6, C3, þetta verður svona Spánverji / ítalsku leikur. Það svona þessar tilfærslur svona, þetta þekkist allt saman, riddari fer á þérna, hvítur innan fyrir aðgerðir á Kóngsvæng. Þetta þekkt manövering að setja riddarinn á D7 bara svona til að gefa þessum biskup svona aðeins meira andrými á þessari skálinu. Vinna vel saman riddarinnir. Hrókur E8 riddari kemur G3, Gunnar 6. Þetta allt þekkt, biskup fer á þérna, F8 G7. Biskup hann 6 hjá Hilmi og biskup fyrir 8. Þeir endur að skipta upp á þessum biskupum. Riddari G5, kannski ekkert mikið í gangi hérna en svona aðeins þægilegra hvítan. Og Guðmundur fer inn í aðgerð á miðborðinu, leikur D5 sem Hilmir svarar með Finnur 4. Ákveðin ég opna hana tablið til að sé ykkur ákveðin færi kannski hérna aflínunni. Eittur byrja 4, drónir Finnur 4, drónir D6, hérna verður kaup og þetta tvípeði nú svona ætti að vera í lagi því að það er spenna hérna á milli, hérna losnaði tvípeði. Hilmir drapa D5 og hérna verður kaup og virðist svona vera nokkur veginn að fjara út í svona jafnteflislegt endatafl, samt svona alveg lúsi í þessu. En hérna gerir Guðmundur stórmistök. Best á líklega að leika leik eins og Finnur 6. Riddarinn hörfar og eitthvað bara hrókur aftur D8. Vissulega vinnur hvítur tíðanbötu hérna peð en við eigum riddari C5, setjum á þennan og það er hún hér. Þetta ætti svona að vera nokkur veginn jafnvægi eitthvað svona stað. Að því gefna hvítur bötu peð, það er ekkert að taka þetta peð á D6. En Guðmundur leik H6 og þetta er bara áleikur. Og Hilmir, ég hann á 19 mínútur eftir hérna og ég hans á fléttuna hérna sem er einfallega riddarinn bara 7, tók sér 12 mínútur í það að reikna og meta stöðuna. Og það sem gerist er að þetta framhald er þingað. Sjáum að sátt ekki rekkiskotin í að drepa til dæmis hér af því að Petr er bara að hafa riddarinn alltaf onni sem dæmi. Hann tekur F7, kemur riddarinn með D6, skák. Kongur finnur 8. Hilmir tók á E8 með riddara og skipti upp. Hann gat, það var í fínlagi, hann gat líka þreifið fyrst með hrók, skák á F1 eitthvað slíkt en þetta er í fínlagi. Og niðurstaðan er hrókur og 2 umfram peð gegn 2 riddurum. Það sem er hvítur með hann líka er að peðin eru á sikkur á vægnum hérna sem hendar rónum og riddarinn er ekkert að vinna neitt rosalega vel saman. Það er oft betra að hafa biskup og riddara í svona tilfellum af því að biskupinn svona nær lengri við borðið að berjast að báða vængjum og svo vantar líka svolítið svona örugga reyti hérna fyrir riddarana. Framhaldinu þá er Hilmir er meina bara að reyna að búa hérna til frípeð á dronningavæng. Hrókur til D1, riddari B6. Gummi er ekkert svo langt frá því að ná einhverju svona smá bindingu. Við getum ímyndað okkur á að næðarleika peð á B4 og hafa riddarann D5 og næða svo að valda hann með kongnum og kongur er svona nála kóngsagnum, þá kannski er hann svona við það að ná einhverju svona bindingu þarna. En eftir þennan þá hrókur komið svolítið inn. Gummi komið svolítið vandræði hérna, hrókur A8, sterkur leikur, riddarinn þarf að fara eitthvað og hann næri þessu peðin hérna á kóngsagnum og það á eftir að verða dýrmætt fyrir Hilmi með þessa frelsingja hérna.
og ennþá peði yfir að hinu vagnin líka. Þannig að eftir riddari C3 hrókur hérna A6, en hann nær að sporna við þessu B4 peði með A3, nær að skipta upp og H4, en Hilmir var bara reiknað allt saman, hann drap á B5 og það sem að kóngurinn ekki inn í ferningunum, sjá hann líka, við getum notað bara píluna eins og skákskólinn gerir, við horfum bara niður þessu pílu hérna, kóngurinn ekki inni, hann riddarinn þarf að eiga peði, en hann bara einfaldlega ræðir ekkert svo glatt við það og hvíti kóngurinn langt á undan, það er að setja á riddarann og loka vinnan. Hérna hefði nú verið hægt að enda skákina, riddarinn trikki, þannig að Gummi svona, hann teldi þetta áfram, en þetta vinnst með tíð og tíma. Hilmir svona áði aðeins áttum og kannski tíma klukkuna og svo á endanum er hann búinn að rekja kónginn hérna upp borðið og þegar hann er komið hérna 8. riddarinn þá nú ekki mikið eftir. Þannig að stórglæsilegur og mikilvægur sigur hjá Hilmi sem hefur 5 af 5, ótrúlegur árangur og þetta þýðir bara hann er búinn að vinna 11 kappskák í röð sem er eiginlega magnaður árangur, takk fyrir. Nú við ætlum að vinda okkur í skák Lenku og Vignis. Vigni var að vinna til að halda í við Hilmi, hann hafði svart hérna, fengum aftur svona hraðan drottningareindura, en hreyfinu Hersson Vignir og leikur hérna E6. Merkilegt nokk þá kom þessi stað upp í dag í skák Woodward og Erdogmus og Erdogmus leik þá riddari Einar 4. En Vignir teflir öðruvísi, leikur Einar 6, A3, þetta er mjög solid. Það komum núna fyrsta svarta leikur E6, þá erum við konum bara í drottningareindarann og þetta er gamla Kasparov, Petrosson Kasparov afbrigði sem ég teldi nú sjálfur með alveg fínasta árangri. Biskup Einar 7 og hérna var þessi leikur í gamla daga talin ónákvæmur út af D5 sem að Lenka leik og talið gefa hvítum betra tafl sem ég held að gera alveg en svartur er alveg meðvitaður um það og er svona svolítið að reyna að búa til ójafnvægi í stöðunni sem Hilmir er ekkert búinn að eyða neitt allt mikil tíma hérna, stuttrókun, Einar 4, hrókur E8 og vissulega er þetta þægilegra á hvítan. Það var rosalega gaman að kemja þessi riddarinn á D4 en það er ónýtt á D5, þannig að Lenkaleikurinn biskup B5 er örugglega bara fínn leikur, valdi eftir peð. En hér er kannski spurning hvernig er best að tefla framhaldið. Tölvuna stinga bara til með biskup fyrir 4 og gefa hvítum pluss 0,8 svona jaðra við peð. Biskup C6 var kannski ómikil tafleinföndun. Núna er Vignir að Einar svolítið að þynga kaup, hann tekur á C6 og leikur riddari E5. Nú má segja að taflið sé eiginlega bara árið jafnt. Það er engin sérstök vandamál eftir í svörtu stöðunni. Hvítur er ekkert svo glatt að fara eitthvað ráðast á hennar ridd, tekur á langa tíma, auk þess að hann er valdaður og þetta peð er líka veikt. Biskup G5 kom, drottning finnur 5 og F4 sem er allt í lagi. Veldum við að biskup en á móti þá náttúrulega eru að veikja þessa skálinu hér og ég held að ofanálega hafi D3 hérna líka verið svolítið veiking. Við sjáum að ekki eru bara að veikja skálina, við erum líka að veikja reiti bara á þessu línum, E og C línum, þar sem svartur er tilbúin að vera sterkur og C3 er veikur, E3 er veikur, reitin sem voru ekki veikir á hann og þetta var svona stór partur í að velgengni Vignis í þessari skák. Riddari Einar 3 gaffall, hvítur verður að leysa það taktískt, svartur er ekki tíma til að drepa því að drottningin Ronny. Hér verður kaup, hvítur verður að taka með F-hróknum, kallarinn aðeins passífir, hrókur C8 fer á opnulínuna og riddari núna Onni út af þessari veikingu, þessu B-pessleik, tekið F6, riddari B5 og hrókur C5, tekið. Og hérna líklega verður Lenka núna að leika eins og riddari C4 og reyna svona að standa þessu storminn í hróksendtafli sem að getur erfitt en gefur yfirleitt góða jafnteflismöguleika og einhverja tölvur myndi halda hérna hvítt. Hrókur D2 getur svarað með hrókur D1, hrókur D4, svo sem vinnur peð en við bara höldum áfram að berjast. A5 er kannski einfalt tafli, eitthvað slíkt. Þannig að þetta er líklega vendipunkturinn og leikurinn riddari C8 og riddarinn stendur ekki vel hana og það var ekki lengi að
koma í ljós eftir hrókur C, hrókur D2 og hérna G2, leðilegt lengaleik kongur H1 og þá kemur riddari C2, setur á hrókin. Við getum ekki farið úr borðinu út af mátinu. Það þýðir einfaldlega að eftir hrókur C7 þá á þessi riddari enga reiti og eftir að fórna manninum hrókur tilbaka að fara inn hérna blindside mate vofir yfir, þannig að lenka laðið niður vopn hér. Fýll sigur í vigni, mikilvægur, það var nú kannski ekkert samfærandi framan af en ég held að það var nú svona einhverju reynd verið meðvitaður af það, við hefum kannski bara viljað taka áhættur og hleypa taflinu upp. Næsta ætlum við að fara í skák Björns Hafþórssonar og Hannes Hlífar Stefánssonar og það var enski leikurinn Gunnar því riddari hún segir. Það er gaman að þessu Bjössa, hann er svolítið að prófa sig áfram að undirbúa sig og tefla alls konar byrjanir og auðvitað rekst maður á veggi þegar maður reynir það og til dæmis þá var hann ekkert undirbúinn fyrir hennar leik, hann var tilbúinn í alls konar vendingar. En það sem reynir svolítið fyndið við þetta, framhaldið teflins hérna, við sjáum að Bjössi byrjar að nota tíma svolítið, 6 mínútur, stutt hrókur riddari G2 og hérna 9 mínútur viðbót, hérna var kaup, teki, það fóru 9 mínútur viðbót, D4, biskup B4 skák og hérna fóru cirka 20 mínútur, teki, 1-4 og við erum hérna eftir 11. leik, Bjössi kominn í 40 mínútur. Þessa stöðu og þessa leikjaröð teldu þeir, þessi sömu menn, árið 2017 á Íslandsmótinu í Hafnarfirði. En við grunum stórkostlega að hvorugur er að hafa munað eftir því, allavega ekki Bjössi, þá var hann ekki með heiða 40 mínútum. Hann vildi þó meina að hann er rámað eitthvað í það. Ég veit ekki með Hannes, við grunum ekki, en hins vegar virtist hann hafa aðeins meira á hreinu hvað að gera hérna og teldi þetta nokkuð örugt hérna, riddarinn fyrir á D7 F6 og Bjössi vildi ekki gefa svörtu möguleikann á að stögga þessi riddara, hann leikur H4 en svörtu menni kom bara eðlilega út, biskupinn á 4 fórum D7 og hann alltaf í aðgerðir á C-línuna á Bjössi en nú kemur H6 og Bjössi vill ekki leyfa G5 aftur þannig að hérna ákvarðar hann að fórna peði og leikur H5 reynir að blíðka goðinn, hérna verður kaup og hann fór á C-línuna líklega á Hannes að mæta hérna full þunga á C-línunni, hann gerir það ekki þegar með riddarinn tilbaka og þá er Bjössi kannski komið smá mótspil, hann nær tökum á C-línunni Dróning Series 2 B5 biskup finnur 1, hérna meira þess að þeirra tölunar með 0,5 á hvítan, átt þessi peð undir en Hannes reynir að fá kaup hérna og Bjössi reynir að vera aktífur ég vil eitthvað reyna að hafa hrókana hérna á 7. hérna eru á 7. Bjössi alltaf reyna að vinna þetta peð hérna og nær því skiptir að Bjössi peðinu og Asis peðinu en Hannes er komin inn hérna, Þróni í F2 Bjössi skákar Dróning finnur 5, valdar svartur eða peði yfir, það er alveg djöfulega erfitt að gera eitthvað við það hann byrjar að valda hérna á D5 D8, klukkan 6 og hérna er trikki væntanlega ef ég drepa þá er erfitt að valda F2 er það ekki? Sé ekki á hvernig við gerum það þannig að Bjössi leikur Dróning 1-5 og samt Dróning situr en hérna þetta er búið að hann má drepa strax hérna sem gerist reyndar í skákinni eftir nokkra leiki fór að saman tilbaka og hérna drap Bjössi og náttúrulega komin ansi öflug hótinn hérna Bjössi drap og þetta er þráskák kongur Dróning G5 svartur fyrir yfir þá byrja hvítur að plokka peð hérna og ef svartur allar að reyna að vinna þá fellur þetta peð með skák og við völdum þetta ekki hér en við getum komið tilbaka hingað og valda allt úti þá er svartur mögulega bara komin í tapættu mögulega að falla eitthvað á þessu peðan líka og þetta veikt svartur vinnur það aldrei þannig að já, þráskák var niðurstaðan og já, áður en fyrir með lengstu skákumferðina þá skulum við renna yfir skák Björns Hólm og Arnar Leó þeir voru í tveim næstu næstnæst á þriðja sæti með hálfavinning Björn teldi nú skemmtilega hérna fór í H4 framrás snemma finnum við svolítið tapmennskuna hjá honum Borsbúm sem var að stilla svona og leika svona H4 G4 jafnvel langbróka
en F5 er svona loka línum. Örn vill svona greinilega hafa vaðið hérna aðeins fyrir neðan sig. Davíð 4, 6 og hvítur endar á stuttur. Þetta hafa komið upp áður í tendri skák. Ég sé það hérna gagnagrunnum. Donchenko Sarkisyan enda með jafntefli, svartur leik D4 en Örn leik H6. Björn fór í svona reyndi einhver aðgerð hérna á drottningavæng með B4 og líklega hvítur með smá sensa hérna að það ekkert hlaupaði fyrir hérna svartana að vinna þetta best strax tilbaka og svona aðeins að valda sig. Til dæmis hér fókusi B, tölunum mjög ánægð með það að hvítt gefur +2 en Örn að náða að vinna þetta AP tilbaka. Það var kannski svona mesti broddurinn farinn úr hvítstöðinni. Nokkuð fljótlega eftir þetta þá urðu hérna svolítið hópkaup, skiptist upp á öllu og endanum skiptist upp á C-pöðinu og þeir sömdu hérna jafntefli. En lengsta skákin í umferðinni það var lengsta skákin í umferðinni var hjá Degi Ragnarssoni. Hann hafði svart gegn Bárði og kíkja á þetta og tökum eftir tímanlókun svarts. Hér drottningabragð. Leikinni koma að bragði hérna. Þetta með D5, A3, riddari C6. Hann með 1.32. Bárður ekki búinn að hugsa mikið. Aðeins byrjar að hugsa hér. Leikurinn á drottninga A4. Þannig telst eitthvað. 17 skákkerinn með hérna í Masters Database. Biskup finnur 4. Hér eru skákkerinn svo Duda Carlsen, Mehmet Jaraf Adams, Metlitsvili, Marc-André Morizzi og Davíð 4. Þetta greinilega undirbúningur hjá Degi, telur þetta hratt. Maður fylgir skákinni í Duda Carlsen, drottning A5, kongur E2, réttur leikur, tekið á D4, flókur D8. Ennþá hann að blitza hérna og nú kom líklega nýr leikur. Áður hefur verið leikið hérna drottning B4 en Bárður leik drottning 1-4. Það kom Gunnar 6. Þetta var fyrsti leikurinn þar sem að Dagur þurfti eitthvað að hugsa. Tóku 7 myndir hérna í leika G6. En svo svona jafnast tíminn aðeins út hérna. Hann finnur í klukkutíma. Þannig að ljóst að Dagur var undirbúinn hérna en hann peð undir. Á móti svartur með svona ákveðið frumkvæði og kóngurinn á miðborðinu. En kannski ekki hlaupið að nýta það. Hann setur hérna peð á B2. Bárður valdaði, menn koma aðeins út. En hérna, besta leikurinn að fara í kaupin. En svartur aðeins svolítið aktífur með hrókana. Og hérna ákvað Bárður að einfalda tafluleikinn á hrókur 1-4. Þeir eru kaup, Dagur tekur á G4 og H3. Þannig að hann búinn að jafna peðin. Bara vinna þetta tilbaka. Bárður treystir á peðin á drottningavæng. Þeir komin henni mikið tímarakk á 10 leiki eftir og 1,5 mínútu. Og nú hann peð undir en treystir á þetta endtaflina sem var í raun objektíft rétt hjá honum. Svartur kemst í raun ekkert áfram hérna og það verða kaup og þessi tvípa hérna ef við erum með peð á sama vænga þá eru þessi F-tvípa oft ansi góð í að hefta för peð anstæðingsins og hérna virðist bara Bárður vera með vörnina á hreinu og hérna fara hann að þæfa tafli fram og tilbaka. Það gerist ekki neitt í næstu leikjum. Við fyrir bara hratt yfir það þangað til að Dagur gefst á að fara inn í hringi og reyna eitthvað og endar á leika E5. Það ekkert annað að gera, hann verður að reyna að vinna hérna með 2-1. Þessi 2 móti þessu, en þetta á að vera jafntefli. En hann má alltaf reyna og Dagur gerði það. Þá held ég tafli hérna fram og tilbaka. Og ok, hrókur hérna býður passist en Bárður sem mála verið lægi. Þetta var ekki rétt, þetta var blöndur, þetta var einhver villa í útsendingun á hann, samkvæmt D3 og hérna kemur vendipunkturinn. Þetta tafleikurinn, kongur G1 og lítill tíma á klukkunni. Við sjá hvað gerðist bara, kongur kom tilbaka og svo byggði Dagur eiginlega brú hérna á 5. reitarið. Þá kemst kóngurinn inn á G3 og þá var eiginlega ekki að spyrja að leikslökum.
Vídeó þarf að enda á því að fórna þessu F-peði en það er bara lítið too little too late og hann vann þetta. Já, kóngur G var tapleikurinn, hann hefði ekki kóngur H3. Náttúrulega tekið það er frábært jafntefli. Kóngur F fyrir trikki, þetta er smá svona leikrauk og hérna þurfum við að sjá sem sagt að við megum leika hér. Kóngur B5 og leyfa þetta. Þetta virkar hættulegt að kóngurinn okkar komið svona aðeins upp fyrir. Við þurfum að fara að hinga. En þetta er jafntefli með skák og svo skákuðu og skákum. Þannig endur að þurfa að leita sér skjóls einhvers staðar en þá kemur hérna kóngurinn á G4. Þetta er jafntefli. En ég skil það vel, það virkar mjög astanlegt að fara með kónginn svona í burtu frá peðinu. Þannig að hann hefur ekki náð að meta þetta með þann litla tíma sem hann hafði. En já, svona getur skákið verið. Við skulum líta hérna eldsnöggt yfir úrslit dagsins. Björn Hólm og Örn Leó Jóhannsson jafntefli. Bárður Örn tapaði fyrir Degi eins og við vorum að sjá. Lenka tapaði á móti Vigni. Mikilvægur sigur fyrir Vigni upp á framhaldið. Hilmir fyrir Heimarsson og hann Guðmund Kjartansson. Flottur sigur fyrir honum og jafntefli hjá Birni og Hannesi Hlífari. Þá sjáum við stöðuna hana. Hægra megin Hilmir Freyr með 5 vinninga, Vigni með 4. Og svo er mótið eiginlega tvískipt að þessi tveir eða einhver af þeim sem hefur frá hálfan, Dagur, Hannes, Guðmundur, Íslandsmeistarinn kemur á þessum hópi. Við getum eiginlega nokkur veginn útiloka að Bjössi með 2,5 vinni mótið, þótt að vinni rest, það geta ekki dugað. En sjötta umferðin, þar er heldur betur mikilvæg skák. Vigni Vatnar Stefánsson og Hilmir Freyr Heimarsson. Þarna getur mótið bara ráðist ef Hilmir vinnur þá skák, þá er hann komið með 1,5 vinningi forskot allavega. Aðra skákir Örn Leó Jóhannsson, Hannes Hlífar. Hannes verður að vinna til að eiga sénsa saman fyrir Guðmund á móti Brynjar Þorfinns. Vigni frá Hilmir eins og áður sagði. Dagur verður að vinna Lenku til að halda sínu sénsum á floti og svo mætast tvíburarnir Björn Hólm og Bárður Örn Birkisson. En já, stemmilega gott hérna. Yfirferð okkar og frá 5. umferð á Íslandsmótinu skák sem framfer í Miðgarði í Garðabæ. Sjáumst aftur á morgun. Takk fyrir.